Hello, hello. Hello, hello. Yo, comment that. Hello, hello. Hello, hello. Yo, comment. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Okay. Helpon.
7 Bergdís Saga Sævarsdóttir, númer 10 Úlfhildur Andradóttir, númer 11 Íris Lóa Hermannsdóttir, 15 Embla Einarsdóttir, 22 Emma Lovísa Arnarsdóttir, 27 Þórdís Elín Sigurðardóttir, 24 Kristín Jónsdóttir og 88 Ásvöld Arnarsdóttir og þjálfari Vals Margrét Ósk Einarsdóttir. Þá er það lið Njarðvíkurstúlkna, númer 0 Þorgerður Tinna Kristinsdóttir, 2 Helena Gabrielsdóttir, númer 8 Klara Sif Gunnarsdóttir, 13 Alexandra Rós Jónsdóttir, 18 Dagbjörg Kristjánsdóttir, 19 Margrét Þorsteinsdóttir, 20 Margrét Rós Björnsdóttir, 23 Harpa Rós Ívarsdóttir, 26 Kari Rós Lúkarsdóttir, 1 Elsi Andríasíkni. Þjálfari Njarðvíkurliðsins eru Eygló Alexandersdóttir og Magnúsdóttir. Góða skemmtun og áfram körfubolti. Þegar ég tala eina, heyrir hún í mér? Kæru áhorfendur, verið hjartanlega velkomin í Ljónagrefjuna í Njarðvík þar sem úrslitahelgi annar deildar 9. flokks kvenna fer fram og hefst veislan á leik Njarðvíkur og Vals. Ég heiti Rúnar Ingi Erlingsson, með mér í þessu útsendingu er Kristjana Eir Jónsdóttir. Kristjana, hvernig líst þér á þetta? Herri, mér finnst bara mjög vel á þetta. Mér finnst algjör snillt að allir fá að spila, eða sem sagt alla deildirnar fá að spila til úrslita en ekki bara fyrsta deildin. Já, það eru stór, bara svona tækifæri í því. Já, alveg klart mál. Það eru líka leikmenn hér sem voru í landsliðsúrstökum og svona, þannig að þær fá líka að sýna hvað þær geta á stóra sviðinu. Já. Eins og svona þú talar bara alla deildir, hvaða þýðingu hefur það fyrir þessa leikmenn að fá það séu fleiri leikmenn að fá að spila það sem við myndum kalla þessa úrslitahelgar? Það er náttúrulega bara þessi reynsla sem við erum alltaf að tala að vanti í deildina. Það er náttúrulega að fá fleiri leikmenn að spreyta sig á að spila svona stóra leiki og kannski minna stress þá í gangi þegar þær koma að segja þessi meistaraflokk. Sammála því. Við erum að bíða eftir að fá leikmannalistan í hendurnar en svona fyrirfram í liði Njarðvíkur er eitthvað leikmaður sem að þú ert spenntust að sjá á vellinum hinda? Ég er mjög spennt að sjá hvernig Þorgerður Tinna kemur inn í þennan leik. Ég held að hún hafi mikið að sanna. Hún er búin að vera að spila upp fyrir sig í vetur og reyndar fleiri líka en ég held að hún muni koma sterk inn í þennan leik og leikurinn muni svolítið spilast að því hvernig hún mætir. Ég samla það, skemmtilegur bakvörður og aftur bara risa tækifæri hérna og ég sé hana yfirleitt í leikjum þar sem hún er að spila upp fyrir sig. Það sem hún hefur verið að gera vel í sterku liði Njarðvíkur í 2008 árgangnum. En það verður gaman að sjá hana hérna í sínum flokki taka stærra hlutverk og meiri ábyrgð. Já, algjörlega. Það er bara, þetta er hennar svið til að skína. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hún stendur undir því. Það er ekki það er bara geggjaðir þjálfarar hérna sitt megin, Eygló Alexandersdóttir og Kristjana Magnúsdóttir, þjálfari Njarðvíkurliðsins og Margrét Ósk Einarsdóttir, þjálfari Vals kvenna. Þannig að það er gaman að sjá og þú vantilega ánægð með það. Það eru 3 stelpur, 3 konur sem eru að þjálfa hér í dag. Já, mér finnst það algjör snillt. Það vantar náttúrulega fleiri konur bara að þjálfa. Og það er mjög gaman að þessar stelpur fái líka kvenkyns fyrirmyndirnar í þjálfun, þannig að vonandi sjá einhverjar af þeim tækifæri í þjálfun seinna meir. Það er bara sammála því og eins og ég segi, þetta er bara, hérna erum við með þjálfara líka sem eru búin að vera lengi að þjálfa
Já, og hafa metnað og hafa sýnt gæði. algjörlega. Ég held að séu báðar að detti í hvað, 5 ára í þjálfun eða meira? Já, mögulega meira held ég. Já. En ef við förum þá bara eftir töflunni í liði Njarðvíkur, leikmaður nr. 0, það er Þorgerður Tinna, leikmaður nr. 2, Helena, 8, Kara, 13, Alexandra, 18, Björn, 19, Margrét, 20, Margrét líka, ertu með setnarnafni á henni? Nei, því miður. 23, einnig spennandi leikmaður, hún Harpa, 26, Karen og nr. 81 er Lói í lið Vals. Leikmaður nr. 3, Rakel, leikmaður nr. 5, Rún, leikmaður nr. 7, Bergdís, 10, Úlfhildur, 15, Embla, 22, Emma, 27, Þórdís, 54, Margrét, 71, Íris og 88 er Kára. Þá eru byrjunarliðin komin hérna út á völlinn. Það er allt orðið tilbúið. Svo að leikar hefjist í þessum fyrri undanúrslitaleik í annar deild 9. flokks kvenna. Þetta verður spennandi. Jón Svan, dómari leiksins, kastar boltanum upp. Og það eru Valskonur sem að vinna hann. Þetta er hún Þórdís sem að fór í hendur með Rún. Rún hann með tapaðan bolta og Þorgerður Tinna stelur honum. Frábær sending. Finnur Margréti, vel spilað. Helena óöpinn, missir boltan út af. Leikurinn byrjar hérna á 2 töpuðum boltum. Það er smá stress í liðunum, Kristína. Já, alveg skiljanlega. Þetta er náttúrulega í fyrsta skipti sem að þessi lið fara, þetta er 9. bekkur. Það er fyrsta árið sem að fer í svona úrslitahelgi. En þarna kemur Karva. Emma setur niður skot úr stöðuhorninu. Skemmtileg sókn hjá Valsliðinu þarna. Karin fer bara alla leið. Og Valur nær boltanum. Karin þarna fer í stökkskotið frá vítalínu. Þórdís keyrir á Njarðvíkurvörnina, Margrét með fína vörn, innkast Valur. Það er þessi leikmaður nr. 5 sem að hérna, ég talaði við Margréti þjálfara fyrir leik og hún sagði mér að leikmaður nr. 5, það er leikmaður til þess að fylgjast með í Valsliðinu, hún Rún. Og greinilegt að Njarðvíkurliðið þarna vill ekki að hún sé mikið í boltanum og er að reyna að koma í veg fyrir að hún fái boltar þarna hátt upp á vellinum. Þannig kemur villa á gólfinu. Rakel sækir villuna á Karen. Jón Svan, hann er bara farin að búa hérna eins og við. Hann var hérna í gærkvöldi í úrslitakeppni í Söpuddeildinni og mættur aftur. Þetta er greinilega bara the place to be. Það er bara svoleiðis. Sérstaklega í maí. Við ætlum að komið shoutout á Hólmfríði Eyju sem er hérna á myndavélinni að hjálpa okkur í tæknimálunum. Annars skot Vals kvenna úr stöðuhorninu gekk ekki að þessu sinni. Njarðvíkingar ná frákastinu og er hérna að keyra yfir miðju en Rún með frábæra vörn. Kristína, þú ert ánægð með þessa boltavörn? Mjög ánægð með þessa boltavörn. Þarna hefði ég viljað sjá Tinnu koma og hjálpa Karinu upp með boltan. Þorgerður Tinna er aðal pointguardinn þeirra. En boltavörnin var frábær. Já, Rún gerði mjög vel og sækir hérna inn með frábæra sending út í hornið. Og Rakel klikkaði þristinum. Margrét er komið upp með boltan, þarna þá Þorgerður að sækja hann. Hún gerir vel núna. Fín sending. Og aukasending og það er Róni. Kara með þristurhorninu, falleg sókn Njarðvíkur kvenna, góð aukasending á Karinni út í hornið, 3 stig. Það verður mikið barátta. Hérna, við sjáum ennþá Njarðvíkurliðið vill ekki að Rún fái boltann og koma inn með vandræði. Helena keyrir upp. En Rún aftur með frábæra varnar. Frábær sending.
Njarðvík snúa sókn, vörn í sókn en kasta boltanum frá sér aftur og Rún fer í þriggja skotið. Það er af og hún bjargar boltanum og Rakel nær frákastinu og Kara náði síðan boltanum að henni. Tinna keyrir upp svona hraðan fyrir Njarðvíkurliðið. Karen. Og Helena opnar sig, þarna fyrir hún í þristinn. Aðeins stutt. Njarðvíkurliðið spila góða sóknarleik, Kristjana. Já, þær eru að spila mjög vel saman. Skotin eru bara ekkert þetta. Þær eru samt alveg að fá góð lúk. Rún með frábæra árás þarna inn. Skora körfuna, sækir villu að auki og það er greinilegt að Margrét hún hafði rétt fyrir sér þegar þetta var leikmaður til að fylgjast með í valsliðinu og hún er bara allt í öllu hérna í upphafi leiks. Já, algjörlega. Varnar og sóknarlega. Já, Karin er komið 2 villu þannig að hún fyrir út á núna. Inna kemur Harpa sem er fædd 2011 eða það ekki? Ég held að hún sé allavega vel yngri. Jú, Eyja á myndaðalinni staðfesti það fyrir okkur, hún er 2011. Já. Hún er í 7. bekk. Já, ótrúlega efnilegur leikmaður og bara mikil harka. Já. Og svona ákefð í hennar leik. Klaufar Njarðvíkur stelpur hérna boltinn að fara út af en þær teygja sig eftir honum, missa hann á endalínuna, Valur á boltan. Það er smá stress í stelpurum hérna á fyrstu mínútunum. Já, maður finnur það alveg að Frábær varnarleikur og Harpa fljóta að koma sér inn í leikinn. 2 stig eftir stólinn bolta og Njarðvík tekur fórstun í 5-4. Aftur tapaði bolti hjá Val. Erfiðar sendingar hérna móti pressuvörn Njarðvíkur. vörnin á báða bóga núna er búin að vera mjög góð. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að stigaskorið sé ekkert rosalega hátt. Tinna sækir inn í miðuna á vinstri höndina. Gengur ekki, nær frákastið, aftur erfitt skot þarna, gengur ekki og Valskonur keyrir plaðan aftur. Emma hægir á, finnur Rakel. Og Harpa með frákastið. Óöppin með skotið. Harpa er búin að vera inn á núna í 40 sekúndur og hún er strax farin að láta taka til sín. Já. Hún er stólinn bolta, frákast. Og 2 stig. 2 stig, já. Margrét, skemmtilega gert, Margrét keyrir þetta inn á miðuna og kemur boltanum ofan á vinstri höndinni. 7-4 fyrir Njarðvík. Og það er villa á Margréti. Margrét þjálfari Valskvenna aðeins að leggja línurnar fyrir Valstelpur gegn pressuvörn Njarðvíkinga. Það er skipting báðum megin. Else var að koma inn á fyrir Njarðvík og Kára fyrir Val. Rakel fyrir þriggjastaðarskoti, gengur ekki en bjargar boltanum undir körfunni og Kára ekki lengi nýta sér að 2 stig fyrir Val. Við höldum áfram, hérna bara í jafnum. Frábær sending. Glæsilega gert. Harpa þarna, keyrir upp hraðan með frábæra tímasetning á sendingunni og Kara setur niður auðveld 2 stig. Harpa enn og aftur. Þarna slæmir höndinni boltan, býr til stólinn og Njarðvíkurlið keyrir upp hraðan og Harpa fyrir þristinn. Óöppin. Else með frákastið, gefur á Helenu og það er af. Kára tökur frákastið. Valskonur halda áfram svona að þessum áhættum leik með þessum löngu sendingum á móti pressunni. Já. Það gerir Rakel vel, sækir villu, Kara fá sína fyrstu villu í Njarðvíkurliðinu. Kara kom með 5 stig hérna í upphafi leiks. Og Rún með boltan fyrir Valskonur. Keyrir inn á miðuna, erfitt skot, sækir villinu á Else, kemur sér á línuna, 2 skot. Ég heyrði það hjá Margréti, þjálfara Vals fyrir leikinn. Það eru nú ekki margar held ég á réttum aldri. Þetta er svona blanda af leikmönnum úr 7. held ég til 9. flokk.
Já, þar sem að Rún er greinilega alveg aðalmaðurinn. Það er sest langalegir. Hún er kannski sá leikmaður í Valsliðinu sem hefur svona mest jafnvægi og stjórn á sínum aðgerðum. algjörlega. Það fer eiginlega allur sóknarleikurinn í gegnum hana. Ég veit að Íris og Kára eru báðar yngri. Valsstelpur eiga þetta innkast undir sinni eigin varnarkörfu og með 7 sekúndur á skóklukkunni. Ná boltanum inn. Keyra upp og frábærlega vel gert. Virkilega vel gert hjá Írisi, keyrði bara alla leið. Tók akkúrat tímann sem hún hafði í þetta. Fallegt flotskot af spjaldinu, skemmtilega gert. Tinna keyrir upp að hringnum, vinstri hönd, 2 stig. Vel klárað hjá Þorgeiri Tinnu. Enn og aftur, Rún stýra sókninni fyrir Valsstelpur. Frábær hreyfing. Á Eurostep, opið með layupið. Og Harpa, hún er búin að koma hérna inn með valdi í fyrsta leiklutunum. Já, hún hefur aldeilis látið til sín taka í þessum leik. Fyrsta leiklutar allavega. Frábær hreyfing, keyrir á Valsvörnina. Opin, erfið sending út í hornið. Íris með stólinn bolta. Keyrir upp hraðan aftur fyrir Valsstelpur. Rún opnar sig. Tinna til varnar. Langt skot þarna. Gengur ekki. Og Jón Svan vissi sinni sök. Njarðvík innkast. Það er 1 mínúta og 26 sekúndur eru eftir hérna af fyrsta leiklutunum. Staðan 11-9 fyrir heimastelpur. Helin og Kara fá sér smá pásu. Harpa. Virkilega góð hugsun. Góð hugsun. Þetta er sending sem verður frábær eftir svona 1,5 ár. Já, Þá er hún komið með tæknina til að geta gert akkúrat þessa sendingu. Valsstelpur sækja, Íris færa hann á olbónum. Frábæra sending út í hornið og Rakel þristur. Þetta var skemmtileg sókn hjá Valsliðinu. Íris skynsum hérna dregur í sig hjálpavörðuna og býr til galopið skot fyrir Rakel í horninu. Algjörlega. Valskonur koma sér í forystu 12-11. Síðasta mínútan henni í fyrsta leikluta. Tinna sækir á vörnina. Fær snertinguna og villuna og kemur sér á vítalínuna. Þetta er fyrsta villuna Val í þessum leikluta. Já, Rakel hérna með fyrstu villu Valskvenna. Þorgerður Tinna að setja upp fyrir að viti í jafnarleikinn 12-12. Seinna fer sömu leið, 13-12. Núna er Rún út af. Fróðilegt að sjá hvernig Valsliðið bregst við því. Kára, sendingun á Írisi. Og Rakel í annan frist. Gengur ekki að þessu sinni, en það sækja sóknarfrákastið, mikil barátta. Dagbjörn sækir uppkastið og Njarðvík á boltan, 27 sekúndur eftir. Það er allt í járnum, Kristína, hérna í fyrsta leiklutunum. Já, ef þetta eru fyrirheitin fyrir leikinn, þá erum við að leiðin í mikla skemmtinu hér í dag. Spurning hvað Njarðvík gerir. Það eru 3 sekúndur á milli skotklukku og leikklukku. Harpa sækir á vörnina. Missir boltan þarna. Valskonur ná ekki að hansa mann og Njarðvík á innkast, 8 sekúndur á skotklukkunni. Að hlaupa hérna leikjar við vinsæla. Harpa opnar sig, fer upp, sækir villuna, vel gert. Hún
fær 2 víti, 9 sekúndur eftir. Harpa setur fyrra viti niður. Rosalega flott innkoma hjá þessari ungu stelpu að spila 2 ár upp fyrir sig. Já, virkilega flott. Ég held að það hafi bara allir tekið eftir því þegar hún kom inn á. Já, hún er búin að breyta leiknum, setur bæði vitin. Algjörlega. Og Njarðvíkingar með stólubóð Margrét þarna er hann að gefa okkur Er hún að gefa eða var hún að reyna að skjóta Var hún að reyna að skjóta boltanum 3 sekúndur eftir. Það má alveg fara rugg fyrir því. Ég allavega sem leikmaður hefði alltaf haldið því fram að ég hefði verið að reyna að skjóta sko, til að fá 3 víti. Dæma eins og hún hafi verið að gefa boltan, setja innkast á þetta. Tinna opnar sig 3 sekúndur, keyrir á vörnina. Nær fínu skoti, óheppinn. Og þá endar fyrsti fjórðungurinn og Njarðvíkurstelpur í forystu 15-12. Þorgerður Tinna með 4 stig fyrir heimastelpur, Kara 5 stig, Margrét 2 og Harpa inn á bekknum með sterk 4 stig og bara mikið framlag á báðum endum allarins. Já, þetta var virkilega áhugaverður fyrsta leikluti. Ekki mikið skorað en mjög mikið góða vörn. Já, mikið góð vörn og svona bara bæði lið að setja ákveðna boltapressu og eins og við komum það er kannski smá spennustig í báðum liðum, langar sendingar og tapaði boltar hérna til að byrja með. En það er partur af prógraminu hérna. Ja, liðin finna allavega klárlega hvað er í húfi hérna í dag. Já, það er sæti í úrslitaleiknum sem er á morgun, ekki satt? Jú, hérna hann er á morgun. Í Ljónagryfjunni. Stigaskorið að dreifast vel hjá Valskonum, það er með 12 stig hérna í fyrsta leiklutunum, Rakel og Rún með 3 stig hvor, Emma, Íris og Kára, svo allar með 2 stig. Og aftur flott innkoma hjá leikmanni nr. 71, Írisi, sem að mínum mati gaf Valssókninni svona smá jafnvægi, góða ákvarðan og tökur, sérstaklega á hálfum velli. Já, alveg klárlega. Ég var að senda á hérna inn á rittaraborðinu hvort ég gæti fengið startbláð milli leikluta. Það er verið að taka tölfræði í leiknum, þannig að Bara alveg eins og Stöðtösport, þá viljum við fá alveg þjónustu hérna, fá startblað sérstaklega og jafnvel ef við getum fengið það í leikklífum líka. það væri alvöru. Það væri alvöru. Vera með þarna starfsmenn leiksins með allt á hreinu. Leikmennir að koma hérna inn á og það eru Valskonur sem munu hefja annan leiklutan. Rún ennþá á varamannabekknum hjá Valstelpum. Og meðan Kara og Helena eru komnar aftur inn á Njarðvíkurliðinu. Emma setur upp sóknina. Margrét. Frábær vörn þarna hjá Hörpu. Stelur sendingunni. Það er ótrúlegu styrkur í Hörpu þarna. Finnur Helenu óöppinn í skotinu. Valskonur reyna að keyra upp hraðan. Harpa mætt til þess að stoppa Rakel þarna í hraðapömpinu. Íris keyrir á Margréti, sækir villu. Margrét að fá sína aðra villu hérna í leiknum. Gaman að sjá að það er bara ágætis mæting hérna í Ljónagryfjuna. Fyrir hádegi. Já, ég meina klukkan er hvað, 11:30. Mjög fín mæti miðað við það. Margrét keyrir á Helenu. Nær góður, fínu skoti. Óöppinn, boltinn rúllar af hringnum og Njarðvíkurkonur komið sókn. Þorgerður Tinna setur upp sóknarleikinn. Opna fyrir Köru þarna á blokkinni. Erfið sending.
Það er alltaf erfitt fyrir sókna þegar svona gerist að liði nær boltanum og síðan villa bara strax í kjálfarið. Það var tvöföld refsing. Valskonur heppnar að halda boltanum. Rakel keyrir inn á hringinn. Frábær vörn á Helenu nær boltanum. Boltinn endar þarna aftan á spjaldinu og Njarðvík á innkastið. Rún kemur inn á aftur. Fyrir Rakel. Tinna róar þetta niður, setur upp sóknarleikinn. Þarna betri sending núna inn á Köru. Nýta stærð og styrk að fá ná boltanum djúpt inn í teginn á Köru sem að sækja villuna, kemur sér á vítalínu. Þetta var það sem það voru að reyna að gera áðan og þá náði hún ekki alveg jafn góðri stöðu en það reyndu samt að gefa hann. Já, þarna bara var það. Njarðvík svona í þolinmóði, Þorgerður Tinna gerði betur í að búa til sendinguna og Kara náði betri stöðu. Og kom valsvörninni í vesen. Kara setur niður hérna seinna villið, staðan 17-12 fyrir Njarðvík sem halda áfram að setja mikla pressu hérna á valsliðið. Erfið sending, Harpa með stólinn Harpa keyrir á vörðina, frábær sending hérna. Tveggjamannaleikur, Kara setur hann ofan í. Njarðvík að taka svolítið stjórnin á leiknum, 19-12. Rún að reyna að svara hérna fyrir valskonur. Býti galopi skot, Emma stuttur en Kára gerir vel. Nær sóknarfókusinu og klárar skemmtilega reverse. Ég finnst gaman að sjá að bæði liðin eru bara að pressa full court. Pikka upp Mannissen strax. Það setur aðeins meira ákefð í leikinn. Þarna Njarðvíkurliðið fór í sömu leiktéttuna, þriðju sókn í röð. Kara klikkaði á skotinu og Margrét þarna opinn. Sækir sína þriðju villu í frákastabaráttunni. Valskonur getur þá aftur reynt að minnka munin. Rún með boltan. Glæsilega gert. Rún bara sækir hérna inn á sterku liðina, tekur kontaktinn og klárar að spjaldinu. Villa Kara góð. Núna eru 3 hjá Njarðvík með 2 villur og 1 með 3 villur. Rún klárar vítið að auki. 5 stig í röð hjá Valstelpum. Gott svar. Staðan 19-17. Harpa setur nú upp sóknina fyrir Njarðvíkurliðið. Enn og aftur sækja þær á Köru á blokkina. Inn út. Frábærlega gert. Harpa þarna. Og svo nær hún boltanum og hún klárar sjálf. Ótrúlega jafnvægi í hennar leik. Já, algjörlega. Hún er 12 ára. Það hefur mikla stjórn á því sem hún er að gera inn á vellinum. Virkilega gaman að fylgjast með þessu. Harpa setur aftur upp sóknina fyrir Njarðvíkurliðið. Enn og aftur. Þarna kemur Kara ekki á blokkina. Þarna kemur hún í gegnum teginn. Else og Harpa sækir inn á vörn og frábærlega klára. Hún er bara að taka yfir hérna leikristin. Algjörlega. Hún er svo yfirveguð en samt ákveðin. Þarna Margrét fyrir erfitt skot og brýtur síðan af sér. Njarðvíkingar núna aftur búin að búa sér til svona smá plás. 60 yfir 23-17. Það er bara 5 mínútur eftir hérna af öðrum leikhluta. Og Harpa enn og aftur núna að setja upp Njarðvíkursóknina. Búin að skora síðustu stig Njarðvíkurliðsins. Frábært kött. Ópen að klára ekki. Helena þarna, ópen.
Það er mikil snerting. Emma gerir vel. Óhópið með skotið, sækir innkast. Við sjáum það að bæði liðin eru að hlaupa sama innkastkerfi á endalínunni. Já, Það er svo kallaða T. það er síðir sér það. En það virkar, þannig Það að virkar. akkur ekki að hlaupa það. Og Harpa fer í þristinn. Aðeins svo langt. Njarðvík heldur sóknina áfram. Kara fer í þristskotið, klikkar. Harpa með sóknarfrákastið. Og Else með bolta. Mikil barátta þarna undir körfunni. Else sækir sóknarfrákastið og fiskar villu á Káru þarna undir körfunni. Njarðvík innkast. En Margrét Ósk Einarsdóttir, þjálfari Valstelpna, tekur leikhlé. Vill eitthvað fara yfir málið með sínum stelpum. Já, ég held að það hefur verið mjög góðu tímapunkti fyrir leikli. Það er ekki búið að vera leikli hingað til. Njarðvík er búið að vera á smá rönni. Fínt að svona ísa þetta aðeins fyrir Val og sjá hvort það geti ekki fundið ykkur á lausnir. Það er svona aðalega, leikurinn er í töluverðu jafnvægi en svona, mér er bara alltaf þegar Valurinn er að hreyfa boltann að búa eftir góð skot. En leið og þær fara svolítið svona fram úr sér, þetta snýst jafnvægið og ró í sóknarleiknum. Algjörlega. En núna er spurning hvort að Margrét sé ekki bara að segja akkurat það við þær. Bara verið aðeins rólegri. Þetta kemur allt. En það er líka kúnstinn sem að lið þurfa að læra sem að pressa allan völl. Þú hækkar ákveðina svo mikið að stundu smitast það yfir í sóknarleikin. Já, og sérstaklega í þessum yngri flokkum, þetta er yfirleitt bara kapplöp í 32 mínútur fram og tilbaka. Já. Og þú ert alltaf að reyna að sigra andstæðinginn einhvern veginn í sprett fram og tilbaka upp og niður völlin. Já, og bara eins og þegar ég er að þjálfa hérna 10 og 11 ára stelpunnar, þá er ég alltaf að minna þær á að þær mega verið í sókn meira en 5 sekúndur því að þær bara keyra körfuna og svo bara leiða upp sama hvort það sé einhver tveir fyrir fram að þær eða ekki. Já. Það er kúnstinn við yngri flokkana að kenna þeim að vera bara aðeins yfirvegaðari. En Harpa hefur það. Hún er yfirveguð. Hún hefur góða stjórn á sínum aðgerðum og getur líka bakkað boltanum út sem er góður kostur. Algjörlega. Harpa búinn að fá sér sæti á bekknum og Þorgerður Tinna komin aftur inn hjá Njarðvíkurstelpum. Karen sækir inn á vörnina, gerir vel, sækir villu, 2 skot. Vel gert hjá Karen þarna. Ég hef svo mikinn áhuga á örfendum leikmönnum. Mér finnst þeir eru alltaf fáir. En akkurat núna inn á í Njarðvík eru 2 örfendar. Karen og Kara eru báðar örfendar. Og yfirleitt er það einhvern veginn með þá sem eru örfendir, þeir hafa mjög oft alveg mjög fallegar strókur. Það er rétt. Og sáum Köru setja 3 staðan. Það er aðeins öðruvísi að dekka þá. Já, oft er svona, ef við fáum að sletta, kalla þeir off-beat, það er svona öðruvísi taktur. Já. Í vinstri handar leikmönnum. Algjörlega. Karen setur niður setna vitið 24-17, þetta er stærsta forusta heldur Njarðvíkurliðsins, 7 stig. Þetta var Tinna aðeins og djúpt, hún náði ekki að recovera en frábært skot hjá Emmu. Emmu, Rún þarna sækir inn á miðjuna í Njarðvíkurvörninni, sækir hjálpina og Emma með þrist og Valskonur halda áfram að svara. Karen, flotta árás, sækir sitt eigið frákast. 2 stig, Karen hérna koma núna sterkinn. Rún, frábær hreyfing. Inn og út þarna og hægri hendi, hægri löp. Fallega klára hjá Rún. Og eins og við köllum þetta strönd í strönd. Strönd í strönd hjá Rún þarna og að halda áfram að svara hérna Njarðvíkurliðinu. Hleypaði mikið og langt fram úr sér. Rún kom með 8 stig. Frábær hreyfing hjá Tinnu. Hérna hröð sókn og Val, það eru 4 á 1. Embla sækir villin á Köru, kemur sér á vítaleiðina. Leikliðið hjá Margréti virðist vera að skila sínu. Já, algjörlega.
Þriðja villan á Köru. Sjáum að Harpa fekk ekki langa hvíld. Hún er að koma hérna inn aftur með Dagbjörtu í staðinn fyrir Köru og Helenu. Embla setur fyrravítið af spjaldinu. Eins og maður á að gera. Veit ekki hvort þetta hafi verið Sjáum það núna, hvort það hafi verið viljandi eða Já, ekki. hvort þetta sé viljandi eða ekki. Mér sýnist það. Já. Þarna Harpa fær hann í góðri 1-1 stöðu, sækir á vinstri-hendina. Kemur sér á vítalínuna, villan dæmt þarna á Írisi. Harpa ekki lengi að koma sér inn í leikinn aftur eftir að fengi stuttakvíld á varamannabekknum. Setur fyrravítið. Hún er komið 9 stig. 9 stig hérna í fyrra hálfleiknum að bekknum fyrir Njarðvíkurstelpur. 10 stig núna, 29, 23, 2,5 mínútur eftir. 28, 23, 2 mínútur eftir af öðrum leikluta. Rún sækir inn á vörnina, fær hjálpa vörnina. Þarna að Rakel opinn fær dæmt á sér skeið. Hún á bara að láta hann flakka þarna. Algjörlega, hún sett hann á hann. Hún á bara að setja hann aftur. Þorgerður Tinna setur upp sóknir fyrir Njarðvíkurliðið. Harpa kemur á X-kvöttinu. Þolinmóð, Tinna á vinstri-hendina. Opinn með leiðopið, en Harpa þarna sækir sóknarfrákstu, reynir í vörs en aðeins svo stutt og Valskonur snúa vörn í sókn. Rún með frábæra árásin á teginn og núna var Rakel tilbúin. Villakerfa góð. Og aftur er Valur að ná að svara þegar Njarðvík fær svona stutt áhlaup. Halda sér nálægt, minnka munni 3 stig. Rún þarna fljóta, keyra upp völlin og búa til yfirtölu. Rakel setur vítið að auki. Staðan 28-26, 2 mínútur eftir. Þetta heldur áfram að vera í jafnum hérna hjá okkur í Ljónagryfjunni. Harpa keyrir inn á vörnina, frábær hreyfing. Kemst alla leið, klára vel að spjaldinu, 30-26. Harpa er bara óstöðvandi hérna í Njarðvíkurliðinu í fyrri hálfleik. Já, hún er búin að vera svo kallar game changer fyrir þær núna. Rún þarna með árásin á teginn, erfitt skot. Njarðvík þarna óhefnað dribl í fótinn á sér. Þarna dæmi dómarinn réttilega, boltinn verður að vera komin í hendurnar á leikmanni. Það er ekki nóg að boltinn sé í loftinu. Dómarinn með þetta alveg á hreinu, 8 sekúndur. Njarðvíkurstelpur þarna óhefnar, dribluð í löppin á sér. 30-26, Valskonur geta haldið áfram að minnka munin. Rún fær boltan í horninu. Harpa til varnar. Fín vörn hjá Njarðvíkurliðinu. Dagbjörn svo með stólinn bolta og ein í hraðahlaupinu. Klikkar á sniðskotinu, óöppinn. Og Valstelpur keyrir upp hraðan móti. Ná ekki að nýta sér þetta. Skynsamlegt hjá Hörpu að róa eins leikið niður. Þetta er það sem Harpa hefur. Þetta er svona hraðastjórnun. Njarðvík hlaupa áfram þetta svona X-kött hérna upp á toppnum. Opnast alveg fyrir Kari Ósk. Rakel fær á sig sína aðra villu. Karen setur fyrravítið. 31-26, 50 sekúndur eftir hérna fyrri hálfleik. Seinna viti fyrir ekki sömu leið. Valskonur ná frákastinu. Bergdís með boltan og Rún kemur til hjálpar og keyrir upp hraðan aftur hjá Valsliðinu. Missir aðeins stjórnin á boltanum. Fín sending út í hornið
Og Emma aftur í þristinn. Er hún ekki líka vinstri handar? Emma hana... Jú, hún er líka lefti. Falleg stróka hérna og ennþá halda Valskonur áfram að svara Njarðvíkurliðinu og hleypa þeim ekki langt frá sér. Minnka muninn í 2 stig. Þorgerður Tinna með frábæra árás. 33-29, 15 sekúndur eftir. Ná Valskonur að minnka muninn aftur í eina körfuleik hérna í hálfleiknum. Rún með boltan, fær boltaskil. Tinna til varnar. Rún ætlar hann að fara í þriggjastaskotið. Hún gerir það. En Geigar 33-29 hálfleikstölur. Njarðvíkurstelpur með 4 stiga forystu. Og saga fyrir hálfleiksins er Harpa inn á bekknum, beint úr 7. bekknum með 12 stig og bara frábæra frammistöðu á báðum endum vallarins. Algjörlega. En kæru áhorfendur, það er 10 mínútna hálfleikur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu og komum hérna aftur á Vörmisbóli eftir smá kaffibolla. Ekki allt í góðu.
Kæra áhorfendur, þá erum við komin aftur síðari hálfleikurinn að fara af stað. Og það eru Njarðvíkurstelpur sem að byrja með boltan. Leiða 33-29 hérna í hálfleiknum. Þorgerður Tinna óheppin þarna. Missir hærulöppina yfir miðlínuna og Njarðvíkur tapar boltanum. Það er oft öruggara að fara bara alla leið yfir, sérstaklega ætlar að vera að dansa svona á línunni. En ég fór hérna aðeins niður og talaði við rittaraborðið í hálfleik. Og þeir tveir leikmenn sem eru búin að láta hvað mest til sín taka eru báðar í 7. bekk. Rún er líka í 7. bekk. Það er björt framtíð hjá þeim tveim báðum. Búin að spila hrikalega vel hérna í fyrri hálfleiknum. Rún keyrir upp hraðan inn og aftur fyrir valsliðið. Finnur Emmu. Og Rakel opna sig, keyrir inn í miðuna. Nær ekki setja niður á spjaldinu. Helena með frákastið. Karin hérna, nær boltanum á Köru sem komin upp völlinn. Kara á hægri hendinni hérna, óöppin. Og Kara pekur upp 4. villuna sína. Setur hérna 2 hendur á bakið, óheppin Kara hérna. 4. villan. Þetta er í annað skiptið sem að hún í leiknum tapar boltanum og fær síðan villu strax í kjálfarið. Þarna vantar aftur yfirveguna, en það kemur líka bara með aldrinum og reynslunni. Þarna þarf hún eiginlega bara að koma sér tilbaka og spila vörn á hálfum velli. Emma keyrir inn. Frábær vörn hjá Elsi. Frábær vörn þarna og valsliðið nær ekki að setja niður þetta skot. Þórdís með skotið úr stöðuhorninu. Njarðvík geta bætt við fórustuna. Tinna setur úr sóknuna, Karin enn og aftur sama fléttan, Margrét keyrir inn á teginn. Þarna X-köttið í Njarðvíkur sókninni er að valda valsliðinu alls konar vandræðum hérna og Margrét þjálfari. Við heyrumst hún verið að beða þær að skipta betur á þessu. Já, móti þessu X-kötti, það er eiginlega eina sem virkar. Það er rosa erfitt fyrir báða varnarmenn að vera á undan og þá er bara betra að skipta á þessu. Sérstaklega svona, þú veist, í þessum aldursflokkum þar sem að 3 stiga nýting og er ofta ekki sú mesta. Valskonur óheppnar að koma boltanum ekki í körfinu þarna. Njarðvíkur keyrir upp hraðan, Margrét missir pivotfótinn og skrefar. Jón Svan hérna með þetta allt 100%. Algjörlega eftir bókinni. Og Valskonur aftur með möguleika að minnka muninn enn frekar, staðan 34-29. Rún, skemmtileg stefnubreyting hérna, keyrir inn á vörnina, óöppin, fær ekki villuna. Virkilega líkamlega sterk og Rún með það að vera í 7. bekk. Já. Helena með boltan, Elsi fyrir á vinstri hendina, keyrir inn í miðuna. Óöppin, boltinn skoppar af hringnum og Rún með alvöru frákast, keyrir hérna upp hægri vænginn. Aðeins of langur. Emma náði honum ekki og Njarðvík núna 2-1. Tinna ákveður að fara sjálf, setur hann ekki. Ég hefði viljað hún hefði lesið þetta aðeins betur og séð Helenu koma á það móti sér. Nei, með sér menna ég. Þarna gerir allt rétt nefn, þarna viljum við sjá hana. Þegar hún fær mannin í sig, hún er búin að láta hana koma í sig í snertinguna þá að finna sendinguna á Helenu sem var galopin. Algjörlega, laum honum í gólfið. Háprósentu skot. Harpa kominn aftur inn eftir 2,5 mínútu. Já, það var kannski ekki, það er ekkert óvænt. Nei, alls ekki. Eftir impacti sem hún var með í fyrri hálfleik. Já, bara, getur sagt, bara besti leikmaðurinn á vellinum í fyrri hálfleiknum. Já, algjörlega. 17 í framláð ekki, 12 stig. Jú, og 12 stig, 5 fráköst, 2 stórsendingar og 4 stólnir. Frábær fyrirháleikur í Hörpu sem er strax aftur kom farin að láta til sín taka óöppin með skotið þarna og Valskonur ná stoppinu. Þetta er svona svipað eins og í fyrri hálfleik að
Það er svona eins og liðin séu svona einhvern veginn smá taugastrekk til að byrja með. Já, En Valskonur núna loksins með svar. Bergdís nýtir sér að Njarðvíkurvörnin seldi sig og fengu galopið sniðskot. Minnka munin hérna í 3 stig, 34-31. Harpa setur upp Njarðvíkursóknina. Emma til varnar. Tinna fær hann, X-köttið. 10 sekúndur á skóklukkunni. Tinna sækir henni miðuna, erfitt. Valskonur ná stoppi og geta haldið áfram á minnka munin eða jafna með þrist. Rún keyrir hérna á vinstri höndina, kemst djúpt í teginn. Nær ekki að setja niður skotið og Njarðvíkur stelpur snúa vörn í sókn. Karen upp vinstri vænginn. Langaði skotið, hætti við. Tinna keyrir hérna á Valsvörnina. frábær hjálp hjá Rún. Enn og aftur ágætis tækifæri en óopna með skotin. Harpa fór í þristinn. Skoti varið Njarðvík á innkast, 12 sekúndur á skóklukkunni. Njarðvík eingöngu búinn að skora 1 stig hérna á fyrstu 4 mínútunum. Margrét fær ekki villuna, það er uppkast og Valur á örina. Það er einhvern veginn allt momentum með Val eins og staðan er akkurat núna. Já, ég er sammála því. Njarðvíkur er ekki að finna neina leiðir einhvern veginn í háprósentu skot. Öll skotin í kontakt yfir varnarmenn Vals. Já. Ég væri alveg til í að sjá Eygló fara að taka leikli aðeins bara til að taka liðið sitt saman eins og Margrét gerði áðan með Valsliðið. Hvað áttu mörg leikli? Á hún ekki bara 2 í seinni hálfleik? 1 mögulega. Ég er svo vön að þau séu 3, þau eru mögulega bara 2. Fín vörn og En þá Hörpu. er alveg skynsamlegt að geyma það bara. Sjá hvort það ná ekki bara að koma sér út úr þessu. Ná að spila sig í gegnum þetta sjálfar og finna lausnir. Leikmenn hafa svo sem rosalega gott af því líka að þurfa aðeins að fara í gegnum þetta sjálfur án þess að þjálfarinn kom alltaf og hendi í leikli þó að það séu oft gott líka. Já, sammála því. Skiptingur á báðum liðum, Karen kemur út að Dagbjört inn á og Kára kemur inn fyrir Bergdísi í Valsliðinu. Rún enn og aftur að sækja villur. Harpa núna reyndar bara að fá sína fyrstu. Já. En Valskonur komnar í skoti rétt, 3 mínútur og 50 sekúndur eftir að 3. leikluta. Rún með boltan upp á topp. Keyrir á Tinnu. Frábær vörn hjá Hörpu, les þetta vel og sækir villu. Þarna kom bara Harpa með góðum lestir á veikulhauðin í veg fyrir 2 öðulstig hjá Val. Algjörlega, hún er búin að vera leikbreytirinn hér í þessum leik. Harpa kemur með boltan, stýrir Njarðvíkursókninni. Margrét fær hann, X-köttið, Tinna fær hann. Frábær hreyfing. Up and under, Þorgerður Tinna með 2 stig, mikilvæg stig fyrir Njarðvíkurliðið. Fyrsta karfan utan af velli í 3. leikluta. Og Njarðvík að vinna boltan hérna að harðfylgi, Tinna með hann. Þetta er fljótt að breytast. Karvar frá Njarðvík núna. Já, frábærlega gert. Tinna sækir á miðuna, finnur Margréti sem setur hann í og Njarðvík aftur komið 7 stigum yfir og jafna það með sitt stærsta fórskot. Else með varið skot, alvöru vörn þarna. Tilbúin í hjálpavörninni. (38, 31), 4 stig núna í röð frá Njarðvíkurliðinu. En ef við þekkjum Valsliðið rétt, að þá eru þær að svara með þrist. Já, það er að fá víti núna. Vítaskot komnar í skotrétt. Emma á vítalínunni, klikkar úr fyrra. Emma setur niður seinna, 60 minútur, 38-32.
2:50 eftir af þriðja leikhluta. Njarðvíkingar að auka meira við fórustu liðsins. Margrét sækir á vörnina, Opið kannski fá ekki villu. Valskonur þarna snúa, vörn í sókn. Rún fær boltan, keyrir á Margréti og Emma enn og aftur. Þarna nær hún ekki að setja niður þristinn. Fín sókn. Og Harpa inn út. Frábær hreyfing. Vá! Sú hreyfing. Þetta jafnvægi hjá Hörpu. Rún reynir að svara, þristur gengur ekki. Njarðvíkurliðið einhvern veginn svona að taka stjórnina. Og Njarðvík á innkast búin að eyða hérna 5 sekúndum og ná ekki að komast upp völlinn. 3 sekúndur til stefnu til að komast yfir miðju. Harpa Rós Ívarsdóttir, þvílík hreyfing hérna í hraðaplaupinu. Inn og út og klárar á spjaldinu. Njarðvíkingarnir klókar hérna. Löng sending á völlinn. Tinna kemst fljótt um miðju og keyrir strax á völlinn og sækir 2 skot. Njarðvíkingar hafa möguleika á að komast 10 stigum yfir í fyrsta sinn í leiknum. Það var einhvern veginn öll stemning við Valsliðinu áðan en síðan snerist þetta bara á augabragði. Í svona leik, það er lágt skor. Þetta eru bara nokkra körfur. Þannig að Njarðvík núna búin að skora 3 körfur í röð og það er einhvern veginn búin að breyta alveg takt leiksins. Algjörlega. Tinna klikkar hérna á báðum en Valskonur of fljótar inn í teiginn. Þannig að hún fær 1 víti í viðbót. Svo gjörur Tinna á vítalínunni. Nei, klikkar líka í því þriðja í röð og Valskonur ná boltanum, keyrir upp hraðan, Harpa til varnar. Emma nær ekki að setja niður. Fín árás, vantar aðeins upp á jafnvægi þarna. Þorgeir Tinna keyrir á Valsvörnina, róar þetta niður, Margrét fær hann. Margrét fyrir þristinn, gengur ekki, Íris með frákosti. 2-1 staða hjá Valsliðinu. Berdís með frábæra sendingu. Frábær keisla hjá Dagbjörtu. Dagbjörg með frábæra vörn, er að verja skoti frá Emmu. Og Rakel setur hann niður. Skemmtileg árás þarna inn á miðuna og vel klára hjá Rakel. Það komið sér niður í 6 stig. Rakel Sara Steinarsdóttir fyrirliði liðsins með mikilvæga körfu. Margrét keyrir hérna eiginlega inn í hjálpavörnina. En Harpa tilbúin að henda sér í gólfið og sækja uppkast og Njarðvíkingar halda boltanum. 7 sekúndur á skóklukkunni. Harpa er búin að vera allt í öllu, bæði sóknar og varnarmegin fyrir Njarðvík. Og í lausu boltanum. Bara nánast allir þættir leiksins, hún kemur einhvern veginn að því. Frábær hreyfing hjá Tinnu, klára ekki. Og aftur eru Njarðvíkarnir klaufar. Þær eru í bónus og Margrét fær 4. villuna sína. Þarna, ég er þjálfari til Njarðvíkurliðsins, þá bara senda skilaboð þegar ef þú nærð ekki frákastinu, þá hlaupum við tilbaka. Hættum að vera að teygja ykkur í boltan þarna eftir að frákastið er komið í hendur Valsliðsins. Algjörlega, sérstaklega núna þegar þriðleikur er að klárast, þá er línan hjá dómurunum orðin skýr. Þeir eru ekki að leyfa þessar snertingar, þá þarftu bara að hætta því. En þó hættulegur þar sem að Valsliðið er í skotrétt, en Rakel Sara klikka á fyrir skotinu, seinna skotið fer ekki niður heldur. Það er að Njarðvíkingar halda þessari 60 á fórustu, 40 sekúndur eftir af þriðja leikhluta. Helena fyrir fljóttreikistar skot, gengur ekki. Dagbjörg með frákastið. Setur niður, layupið, kemur Njarðvíkurliðinu aftur 8 stigum yfir. Emma keyrir upp hraðan. Ópen að fá ekki villu þarna. Valsliðið mikla baráttu. Kára nær frákastinu og býr til 2 öðulstig og Emma kemur úr hann í þarna og Njarðvíkingar aðeins óskimsamur með boltan. Uppkast og Valsliðið
Þarna hafði Njarðvík séns á að taka 1 skot og bara klára leikinn annarkvort 6 eða alltaf 9 stigum yfir. En þær eru aðeins og fljótar á sér og missa þar að leiðandi boltan. Þannig að núna hefur Valur tækifæri til að minnka munin í 4 eða 3 stig. Vörn. Nei, ok. Helena með fína vörn. Emma með hann, 8 sekúndur eftir. Rakel Sara keyrir núna inn á miðjuna aftur. Annað flotskot af vítalínunni. Rakel Sara með alvöru svar fyrir liðin að stíga upp fyrir Valskonur og halda Valskonum ennþá inn í þessum leik. 42-38, 4 stiga leikur fyrir síðasta leikhlutan. Þetta verður bara jafnt, held ég, hann til á loka sekúndunum. Já, ég held það líka. Það er rosa mikið af áhlaupum í báðar áttir. Stemningin einhvern veginn dettur öll með öðru liðinu og síðan fyrir hún bara alveg tilbaka. Njarðvíkurliðið fékk nokkur tækifæri svona til þess að klára þennan leik að vissu leyti, koma sér kannski 12-14 stöðum yfir, en það gekk ekki upp og Valskonur tilbúnar að refsa fyrir mistökin. Rún Sveinbjörnsdóttir, leikmaður Vals, búinn að fá núna líka smá hvíld síðustu mínúturnar í þriðja leiklutann. Hún verður tilbúin væntanlega til að byrja fjórða leiklutann eða verður fljót að koma inn á. Tölfræðin er dottin hérna í hús. Þetta var á minnsta stigaskórið í þriðja leiklutanum. Hann fer 9-9. Njarðvíkurkonur halda áfram þessari 4 stiga forystu. (35-32) fyrir Njarðvíkurliðið í frákostum. En annars eru flestir tölfræðiþættir svona nokkurn veginn bara hnífjafnir. Það sem að verði lykilatriði fyrir Njarðvíkurliðið sérstaklega, en nánast bæði lið, er að búa til fleiri háprósentu skot þar sem þú keyrir inn á vörnina og býr til einhverja svona 2 og 1 stöður. Það er kannski aðeins svo mörg erfið skot sem við erum að sjá hérna í þriðja leiklutanum. Já, það hefði verið svona, af því að sóknin er 24 sekúndur. Þær eru kannski ekki alveg að nýta þær nógu vel til að finna besta skotið. Nú sjáum við hvernig liðin höndla spennuna. 4. leiklutin farin á stað. Harpa. Vagga og velta hjá Hörpu og Dagbjörtu og hún leggur leið á bjóni. Harpa setur tóninn. Harpa Rós Sigurðardóttir kom með 16 stig. Ólögleg hindrun dæmd á Írisi sem setti þarna boltahindrun fyrir Rún. Já, og bakkaði síðan út með rassinn fyrst og það er bara ólöglegt skrín, þetta var bara réttilega dæmt. Aftur sama boltahindrunin, þarna tveggjamannaleikur. Erfið sending hjá Hörpu. Dagbjörn nær ekki boltanum, uppkast og Valskonur eiga boltan. 44-38. Rún með boltan fyrir Valsliðið og Rakel sem búinn að eiga hérna flottar síðustu mínútur. Njarðvíkurliðið með fína vörn. Dagbjörn nær að ýta boltanum út af. Tólf sekúndur á skóklukkunni. Rún opnar sig, keyrir á tinnu, fín hjálpavörn, en Rún klárar þetta sterkt. 4 stiga munur. Harpa, það er frábær sending. Karen sækir á, en erfitt skot þarna af endalínunni.
En Njarðvíkingar vinna boltan aftur að harfylgi. En þá er Valur að ná að halda sér inn í leiknum en þær eru ekki búin að vera yfir síðan í stöðunni 2-0. Frábært þarna og opinn Karen með skotið. En Harpa gerir vel, sækir sóknarfrákastið, heldur boltanum hjá Njarðvíkurliðinu. Hvað segir, hvernig voru þeir í fórustu? 2-0. 2-0. Já. Njarðvíkingar er búin að leiða hérna allan leikinn. En Valskonur hafa gert vel, svarað þegar það skiptir mestu máli. Kara á 4 völlum komin aftur inn í Njarðvíkurliðið. Þarna var Karin aðeins og fljót að kötta að körfunni. En því að Kara var ekki komin boltan í hendunar þegar hún köttaði. Harpa finnur Helenu, lokun og skóklökunni. Gengur ekki. Frábært frákast hjá Karinni. Karen og Þorgerður Tinnur hóttinu. Þetta var vel Glæsilegt. spilað hjá Njarðvík. Stórt skot. Þorgerður Tinnur þarna eftir sókn á frákastið. Margrét Ósk ekki ánægð með þetta, fá þarna svona 2 stig eftir sóknarfrákast. Rún í erfiðum aðgerðum þarna. Við heyrum stúkuna hann að biðja skref en hérna það komið svona 6 ár síðan að reglunum var breytt og núna höfum við þetta sem heitir 0-1-2 ef þú kemur á hlaupinu og það skiptir engu máli hversu hratt þú framkvæmir það. Þú hefur alltaf þetta auka skref til að klára svo lengi sem þú varst á ferð þegar þú fékkst boltan. Kristína ætlar að halda fyrirlestur hérna fyrir stúkursérfræðingarna á milli leikja. Og Tinna tekur snertinguna, Virkilega vel gert hjá klárar Tinnu. sterkt þarna. Við erum hérna komin til að skemmta og fræða greinilega. Það er bara svoleiðis. Njarðvíkurliðið nær að stela boltanum hana strax aftur. 48-40. Njarðvíkurliðið kasta boltanum frá sér. Íris með stólinn boltan. Nær Valsliðið enn og aftur að svara. Rún sækir snertinguna og kemur sér á vítalínuna. Og Karin er að fá svona 4. villu. Karen, Margrét og Kara, allar með 4 villur í Njarðvíkurliðinu. Og Rún klikkar á fyrra vítinu. Mikilvægt að fyrir Valsliðið eins og þær hafa gert svo vel í leiknum að ná að svara, leyfa Njarðvíkingum ekki að komast í þennan svona 10 stiga múr. Klikkar á seinna skotinu líka. Njarðvíkingar hafa möguleika á að búa til stærstu fórustu sín í leiknum. Sækja hérna 10 stig í svona leik þar sem er svona lítið skorað. Það er múr til að klífa. Þarna Kara ekki alveg nógu sterk. Valsliðið næst stoppi. Frábær Virkilega sending! vel lesið hjá Rún. Ef Íris þarna hefði bara verið örlítið tilbúnari. Rún með alveg stórkostlega sendingu hérna. Fór í svona bara kringum varnarmann Njarðvíkurliðsins. Ef að Íris hefði lesið þetta aðeins betur þá hefði þetta bara verið opið layup. Það er bara galopið sniðskot og 2 stig. En Njarðvíkurliðið fer að setja upp vörnina. Rún fyrir þriggjastaðskoti. Stuttur. Svona nær Njarðvík einhvern veginn svona ísa þennan leik. Hvað gera þeir? 2-1. Karen sækir henni miðuna. Nær ekki komunum onni. Nær sóknarfrákastinu. Mikill barningur. En Valskonur ná stoppi. Rún fer á hægri höndina. Frábær vörn þarna á Þorgerði Tinnu og Harpa keyrir upp. No look. Uss. Ef þetta Svona verður maður að setja ofan í. Ja, ef þetta hefði farið ofan í það hefði verið play leiksins. Algjörlega. En það er stutt á milli og Rún kemur boltanum niður hérna fyrir Valskonur sem að ná að minnka munin enn og aftur 6 stiga munur. En þessi sending hjá Hörpu Rós kíkir til vinstri, gefur til hægri. Margrét tekur leik fyrir Valskonur. Ég held bara að Helena, hún átti ekki vona að fá boltan þarna. Þetta fyrir reynslubankan. Ég ætla að segja hún hefði minnt mig á sjálfa mig hana
á mínum yngri árum. En þarna erum við líka með leikmann sem er sko leikskilningslega séð, hún bara komin aðeins lengra heldur en hinnar og hinnar munu læra en Harpa verður að halda þessu áfram þó að þeir munu ekki grípa boltan eða klára leigubinn af því þetta mun skila sér á endanum. Klárlega. Og þó að þetta hafi ekki gengið fullkomlega upp þá var þetta ennþá það skemmti. Ég er mjög ánægður með þetta samt sem áður. Já. En þetta myndi verðskulda ís ef ég var að þjálfa hana. Já, þetta var ótrúlega flott sending þarna. En Valskonur náðu að keyra svo í bakki á Njarðvíkurliðinu og minnka munin í 6 stig. 4 mínútur, 15 sekúndur eftir. Njarðvíkurlið á boltan. Tinna komin með 12 stig líka í Njarðvíkurliðinu. Komið 6 stig hérna í seinni hálfleiknum. Harpa Rós setur upp svona, fær skrín hana frá Köru. Keyrir á vinstri höndina. Snýr. Erfið sending, tapaði bolti. Karen heppin hann að fá ekki bara 5. villina. Og Kára í þriggjastaskot. En hann fer ekki ofan í. Já, Njarðvíkurstelpurnar hafa verið svolítið klaufar í þessu. Þær eru að fá mikið af svona villum sem þær geta bara sleppt. Já, þarna var svo sem hægt að segja continuous play en það var bara villa á Karunni en hún slapp með skrekkinn og þarna Harpa Kara 2 manna leikur, 2 stig og Valslið kastar boltanum frá sér. Það 3,5 mínútur eftir, þetta er alveg að klárast. Karen fyrir þriggjastaskot. Gengur ekki, Karen með sóknarfrákastig, gengur ekki heldur. Núna þarf Valslið að svara. Rún keyrir inn á miðuna. Hleypur á liðsfélaga sig. Aðeins að þvælast fyrir hvor annarri þarna. Skotið gengur ekki og Njarðvík nær varnarstoppi. Harpa með boltan. Allt í fínu jafnvægi núna. Þorgerður Tinna keyrir á vinstrihöndina. Kemst alla leið og skorar. Virkilega vel gert hjá Tinnu og þær eru komnar í þennan 10 stiga múr. 10 stiga fórusta fyrsta sinni í leiknum, 52-42. Og ef að Valur ætlar að halda sér í þessu þá verða þær eiginlega að skora núna. Nei, það er ná frákastinu. Embla nær sínu eigin frákasti, erfitt, en meiðir sig eitthvað. Og bara hálf rétt ákvörðin hjá dómarnum að stoppa leikinn þó það sé kannski ekki alveg samkvæmt reglum, þá eru þær bara í 9. bekk. Já, það er enginn að mótmæla því hérna. Nei, engan veginn. Kemur inn á og hjálpar sínum leikmanni. En Þorgerður Tinna með alveg virkilega flotta körfu fyrir Njarðvíkurlið síðan svo bara 1-1 frá toppnum, einfalt þægilegt og klárar sterkt af vinstri hendinni. Þorgerður Tinna Kristinsdóttir fyrirliði Njarðvíkurliðsins kom með 14 stig. Og nú Harpa leiða þetta áfram. Núna Njarðvíkurlið á boltan. Valslið þarf að stoppa hérna til þess að halda sér á lífi í þessu leik. Harpa Rós setur sókninu upp. X-köttið, Margrét fær hann ekki. Karin kemur út, fristur. Of langur. Rún nær frákastinu. Núna þurfa þær að keyra þessu praðan. Löng sending á Rakel. Keyrir á Karinni. Emma. Ja, og Rún kemur sækir að keyrir inn á miðuna. Frábært dræf hjá Rún. Og opið með skotið. Og fín barátta þarna og enda með því að Njarðvíkur bolti. Og boltinn hérna aðeins á fleiri ferð en Njarðvíkur konur ná jafnvægi á hann. Kara finnur hörpu. Þorgerður Tinna á X-köttinu. Þolinmóð og klárar sterkt. Þorgerður Tinna búinn að stíga rosa mikið upp í Njarðvíkurliðinu hérna í seinni hálfleik með margar mjög mikilvægar körfur. Algjörlega og hún er búinn að skora síðustu 4 stig fyrir Njarðvík og koma þeim í
12 stig, 12 stiga mun. Njarðvíkurliðið þetta með stopp og eru bara að sigla þessi í höfn. Njarðvíkurliðið bara á leiðinni í úrslitaleikin hérna á heimavelli á morgun og Kara í þrist. Stemmingsþristur hérna hjá Köru gengur ekki. Valskonur ná ekki að keyra upp hraðan. Karen með frábæra baráttu. Það er að slá boltar hérna út af innkast fyrir Valskonur. Það þurfa að svara fljótt eða ætla að séns. Rakel aðeins fer hérna undir hringinn óöppinn og Njarðvíkurkonur keyrir upp hraðan. Kara komin einn fram. Fer á vinstri hendina Nei, og klikkar. úr sniðskotinu. Hún var kannski ofopinn. Hún var með ómikið tíma. Stundum er óþægilegt að hafa ómikið tíma. Rún keyrir upp miðuna. Karen. Frábær hreyfing hjá Rún. Karen gerir vel, brýtur ekki. Og Njarðvíkurkonur fær stoppið, fær Kara annan séns. Stórkostleg sending frá Hörpu, en Kara nær enn ekki að setja niður layupið. Skemmtilega gert, Emma nær að setja boltan ofan í fyrir Valskonur. 10 stiga munur en eingöngu 40 sekúndur eftir. Þetta er því miður aðeins of seint fyrir Valsstelpur. Tinna róar þetta niður, heldur boltanum. Kara opnar sig 30 sekúndur eftir og þetta er bara í höfn. Já, það í svona low scoring leik líka Það er svo langur. Eitt skot. Dómarinn ekki að merkja eitt skot en þeir föttuðu kannski ekki að þeir eru að dæma 9. bekk þar sem að sóknin er 10 sekúndur. Rún sækir villuna, 5. villan á Karínu Ósk sem er búin að eiga alveg bara fínan dag í Njarðvíkurliðinu, sérstaklega varnarlega. Mikil barátta sem sýnir kannski ástæðuna fyrir þessum 5 villum. Já, hún er algjör jaxl varnarlega. Hún er ennþá smá klaufi. Rún setur niður fyrra vitið, klórar aðeins í bakkan. 9 stiga munur. Seinna vitið fer sömu leið. Rún Sveinbjörnsdóttir fædd 2011, búin að eiga flottan leik hérna með 14 stig í Valsliðinu. Þá er það síðasta sóknin, það er 10 sekúndur eftir og Njarðvíkur stelpur spila þetta út, komnar í úrslitaleikinn á morgun. Já, þær munu annarkvort mæta ÍR eða Vestra. Ég held ég hafi séð Vestra hérna áðan. Sá leikur hefst hérna á eftir klukkan 1:30 að ég held. Já, 13:30, það er rétt. 13:30. Þannig að liðin munu hafa 50 mínútur til þess að hita upp og svona, gera sér tilbúnar í leikinn. Þorgerður Tinna Kórunar sinn leik hérna, kom sér á vítalínuna og setur niður fyrsta vítaskotið, kom með 17 stig. Það er ekki því 18. og Kara nær frákastinu og loksins fór sniðskotið rétta leið. 57-46 loka tölur og heimastelpur í Njarðvík ná í góðan sigur og koma sér í úrslitaleikinn á morgun. Eins og Kristína sagði, það verður þá annarkvort Vestri eða ÍR sem að vera andstæðingar Njarðvíkurliðsins. Njarðvíkingar er svona heilt yfir sterkara, ef við getum sagt, svona liðið í gegnum leikinn í dag með forystuna bara allan tíman. Já, það er komist yfir hana í byrjun leiks og létu forystuna aldrei frá sér. Valur alltaf samt aldrei langt undan. Valskonur gerðu mjög vel, svöruðu einhvern veginn alltaf á hlaupum Njarðvíkurliðsins og héldu þeim svona í seilingafjarlægð. En bara Njarðvík hafði fleiri leikmenn og kannski aðeins meiri gæði þegar
var komið inn í 4. leiklutan og kláruðu þennan leik með 11 stiga sigri, stiga hæst í Njarðvíkurliðinu. Þorgerður Tinna Kristinsdóttir með 17 stig og virkilega sterkan seinni hálfleik. Harpa Rós Ívarsdóttir henni næst með 16 og bara frábær frammistaða hjá henni af bekknum. Og aftur hún fædd 2011, spilað 2 ár upp fyrir sig og einhvern veginn að spila með allt valdið á vellinum. Já, það bara algjörlega þannig. Bara glæsileg frammistaða og Eygló og Krista Gló á þjálfaraliðsins ánægðar með framlagið. En Valskonur gerðu vel með þarna Rún Sveinbjörnsdóttir kannski þeirra best í leiknum í dag með 14 stig. En fyrirliðin Rakel og Emma svona hinnar bakverðarsveitinni gerðu mjög vel með 10 og 13 stig. Já. Rakel var að keyra vel að þar og setja layupinn sinn og Emma kom þarna með nokkra klötstrista. En þá þessu lokið enn og aftur 57-46 lokatölur. Njarðvíkur stelpur með vil og við þökkum fyrir okkur í bili og minnum á næsta undanúrslitaleik hérna í annarri deild 9. flokks kvenna ÍR Vestri sem hefst klukkan 13:30. Rúnar Ingi og Kristján Eir þakka fyrir sig, verið bless. Takk fyrir. Djöfulsins snilt var þetta mann. Ég held að headphonein þín sé eitthvað bíluð. Okay. Ég held að allavega Jói D. í Keflavík, hann var að kvarta að hann heyri ekkert í sjálfum sér þegar hann að lýsa með þessum hægt. Já, ég vil ekki heyra í sjálfum, ég vil bara heyra í honum. Já, ég veit. En hann heyrir í þér, það ekki? Örugglega. Hann átti að svara þér mér. Já, ok. Hann heyrir þetta.